Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Í gamla leikskólanum í Neskaupstað pokastöð Norðfjarðar með höfuðstöðvar sínar. Bak við þessar luktudyr sitja þær og sauma poka úr bólum. Ég að spá að hjálpa þér. Góða kvöldið, stelpur. Góða kvöldið. Hvaðan kemur hugmyndin að þessu? Hugmyndin kemur uppalega, allavega sá ég þetta fyrst þarna á Hornafirði, eða ekki? Og svo, og var alltaf búin að hugsa að gera þetta allavega fyrir sjálfa mig bara. Ætlaði að græja einhverja bóli sjálf og eitthvað svona og svo bara fyrir mig. Og svo satt ég heima eitt kvöldi og bara, ég kom með svo mikið af bólum að þessi hugmynd bara kviknaði að bara fara í framleiðslu bara. Já. Það var bara svona óvart, ekki? Já, og fórst eiginlega svona að segja mér frá þessu svona óvart og svo bara áður en við vissum vorum við byrjaðar. Hverjir gefa bóluna? Bara íbúar í bænum og ótrúlega mikið búið að koma af alls konar bólum og efnum og bara fötum. Við erum að breyta buxum líka. Náttbuxur og pils og alls kjóla. Kjóla og sængurföt og gardínur og... Já, allt mögulegt og við saumum bara mismunandi bóli, það er ekki allir bólinir eins. Við höfum verið að sauma úr svona þykkari efnum, gardínum og einhverju svoleiðis. Við höfum gert svona minni póka sem að henta kannski fyrir bókasöfn. Já, við höfum gert þetta nokkrar, við erum að safna í svona smá sjóð handa bókasafninu. Úps, flýgur þetta, allstaðar bólir og allstaðar, það er bara svoleiðis. Þú veist, eins og þess ætlum við bara að fara með, þú veist, á bókasafnið fyrir krakka til dæmis, eða bara allir sem taka bækur. Þannig að það er ennþá verið að dreifa plastbókum, þannig að við ætlum að koma þeim þangað. Notkun plasts hér á Íslandi sem og annars staðar í heiminum hefur mikið verið í umræðunni síðustu ár. Var það kannski byrjunin? Já, þetta byrjaði þetta þannig. Maður notað alltaf mikið af plastbókum, burðarpókum aðalega, sko, þú veist, í búðinni og svoleiðis. Og þetta sjálfur, og svo bara vatti þetta einhvern veginn upp á sig, maður er miklu meðvitaðri, finnst mér allavega, finnst það ekki líka? Jú, og líka það, sko, að þetta eru pókastöðvar í búðunum, að þá er maður svo ofta að standa sig að því maður er komin í búðina og bara, pókin er heima. En þarna er þetta að hugsa að þú farið þetta lánað og svo skilar honum aftur. Og þú ert kannski komið með 5-6 bóli heim, póka, og svo bara ferðu með það til búðina næst og nota kannski breyt. Þannig að þetta á bara að geta rúllað, þú veist, svona. Hafið þið fundið fyrir mikilli aukningu á nokunni í bæðifélaginu? Það er allavega sjaldan pókar í pókastöðunum, þó við séum búin að sauma yfir 600 bóli, breyta þeim í. Einhvers staðar eru þeir, sko. Og fólk heldur áfram að gefa bóli? Já. Núna til dæmis erum við að sníða úr gömlum neistaflugsbólum sem að hafa dagað uppi og ekki selst. Daginn fengum við skammt af gömlum samkaupsbólum og saumuðum úr því. Þannig að það er ýmislegt svona líka. Það var snemma í ferlinu kom kona og færði okkur stóran póka af bandíbólum. Þá hafði hún einhvern tíma verið í bandí. Og við höfum fengið þó nokkuð meira að segja af ónotuðum bólum, sko. Og það fer ekkert til spillis af bólnum, eða það? Nei, þessi haugur sem við erum að skera af, að hann setjum við í Rauða krossinn. Þannig að það sem við ekki notum og ef það berst til okkar einhverju flíka eða efni sem við getum ekki notað, þá fer það í Rauða krossinn. Getur hver sem gert svona ból, svona póka? Já, það geta allir gert svona. Þið haldið að ég myndi gert svona póka? Já, ég bara, nokkuð vissum það, sko. Þið myndi kenna mér að það segja? Já. Nei, þetta er voða lítið mál. Og það er meira að segja að hefur alveg komið hérna fólk, sko, og bara af forvitni og vilja fylgjast með og það hefur svo byrjað að sníða og svo hefur þau farið að sauma og það fór heim. Og aldrei hafðu snert saumavél, sko. Ég tók það stöllur á orðinu og vildi sjá hvort að ég geti búið til póka úr bólnum mínum. Og fyrsta verk er skurðurinn. Og mér tókst næstum því að gera þetta vel. Hann heima bara, þú veist. Handvegurinn er svolítið víður. Þannig að þessum væri hugsanlega þýttum að þetta sauma aðeins upp í. Já. Þetta ég veit ekki hvernig ég fór að klúra þessu. Nei, þetta. Þetta er bara uník. Þeir eru það er engin eins. Nei, það er engin eins. En ætlar að klára þetta? Já, klárum þetta. Er það ekki? Hvað ger ég nú? Nú bara snúum við og þú saumar hann bara. Já.
svona óvilökuvél, hún sko voru passa... Já, þetta er óvilökuvél. Þetta er óvilökuvél. Og hún klippir þannig að hérna hún er að, sker. Farðu bara aðeins inn á og hún sker kantinn, þannig að það er ekki að gera því. Nei. Lyftir upp hann aftan, kant og sauma, er það ekki? Lyft upp aftan. Hérna. Já, akkurat. Þannig. Já. Þetta er ennþá eins bara og var alltaf. Akkurat. Nú getur við að fara að brjóta inn á bara. Haldið. Já, hvernig gerðu þið það aftur? Svona og svona. Það er bara með gamla laginu. Það er mjög einfalt, það er maður gamla. Já, ekki með. Saman og svona, með og svona. Og það kom ekki gat. Og hvað, sleppið ég bara? Svo sleppir bara. Og keyrir þessu í gegn. Og svo stoppar það. Þá er bara pókið mér tilbúin. Já. Þá er ég farin í það. Þetta er farin. Þetta er blessaður. Þakkaði fyrir. Nei, ég gat nú ekki rokið alveg strax frá þeim því þessi saumakvöld eru afskaplega þægileg og félagskapurinn góður. Hvernig hefur mætingi verið á þessi saumakvöldi? Hvað ég nú ekki mest voru og nú örgulega... Og 8 held ég það voru flestar. Það er svona, ég held að við getum sagt að það sé svona 4 til 5 á hverju kvöldi að sauma. Við erum alltaf að vonast eftir fleirum og alltaf að bíða eftir að fleiri sjá sem fyrst að mæta og gerðum skoðanakönnun daginn á Facebook síðunni. Þannig að nú erum við búin að skipta um kvöld, þannig að vonandi fara nú fleiri að láta sjá sig. Það hefur kannski verið kvöldi sem hentaði ekki. Já, og svo er það jafnvel tími í dag, sko. Fólk er náttúrulega að sinna ýmsu á kvöldin. Kynjahlutföllin. Þau eru svolítið skökk, sko. En við fengum síðast kallmann, sjómann í verkfalli sem kom að sauma með okkur. Já. Verðið þið aldrei efnislausar? Nei, ekki ennþá. Við erum með bara körfur í búðunum hérna, þar sem fólk getur sett póka, eða sett bóli, sem við svo bara tæmum og... Við sækjum í búðunar, efni við, förum síðan hingað, hittumst einu sinni í viku, saumum, svo skiptum við aflanum á milli okkar og þvoum og förum síðan með í búðunar aftur. Þannig að þetta rúllar svona þannig hringinn. En við lítum bara á þetta sem samfélagsverkefni, þú veist, við erum ekki að velta neinum peningum í þessu. Þetta eru gjafabólir sem koma og Fjarðabyggð leyfir okkur að nýta þetta húsnæði og þannig að þetta er bara samfélagsverkefni. Og þannig allir vera með? Allir vera með. Hvað er konundagur? Kannski bara... Veistu hvað? Kannski myndataka. Eða ekki mynda. Kannski... Það er líka myndataka. Kannski er það kökudagur. Kannski? Já, kannski á allar konunar að mæta og systurnar eða mömmunar að einhverja stelpur. Kannski á þau að mæta í Lyngholt. En veitir af hverju? Nei. Bónda- og konudagur eru í hávegum hafðir í leikskólanum Lyngholti á Reyðarfirði, en þá er aðstandendum boðið að líta við, fá sér kaffi, spjalla og skoða listaverk barnanna. Á bóndadaginn fyllist húsið af pöbbum, öfum, frændum og vinum, en á konudaginn mæta mömmur, ömmur, frænkur og vinkonur. Við höfum búin að hafa það í hefð núna í ansi mörg ár, að við bjóðum og höfum opið hús fyrir ömmur og afa og mömmur og pappa og frændur og frænka og sískinni á bóndadag og konundag. Þannig að krakkarnir bjóða. En hvaða máli skiptir gott foreldrasamstarf í leikskóla? Skiptir öllu máli. Það er bara, maður vill hafa skólasamfélagi með sér, maður vill að fólk sjái það að skólarnir séu opni fyrir það. Að það geti komið inn hvenær sem að það er opið hús og bara hvenær sem þín langar að setjast niður og spjalla og fylgjast með starfin okkar. Það skiptir óbúslega miklu máli. Það er krókódíll í lyftinu minni, von getur étið mann. Krókódíll, förum við upp á fyrstu hæð. Þú fann ekki að éta mig, það er ég sem ræð. Fá mömmur ykkar svona konudagsgjöf? Ekki alltaf. Ekki mín mamma, af því hún er frá útlöndum og Reykjavík. En já, hún ætla að vera þarna í 2 mánuði. Í Reykjavík? Já, og útlöndum. Hvað var hún að gera? Ég veit ekki. Nei.
Engin krakkar koma með henni. Konudagsumræðan kláraðist nokkuð fljótt en snillingarnir litlu höfðu frá ýmsu öðru að segja. Jólin var ég að setja skó í gluggann. Nei, ekki skó. Heldur setja pakka inn mandarínu og jólasveinninn opnaði pakkan og borðaði mandarínuna og skildi hýðið eftir í pakkanum. Er það? Já. Hvernig kemst jólasveinin inn? Ég skil þetta ekki. Hann bara, maður opnar gluggann. Já. Hann fer á sokkskálunum. Á sokkskálunum? Já, svona. Eins og Spiderman? Er það að djóka? Er með sokkskálur á hendunum? Nei, ekki alvöru. Nei, hann er með svona skó sem festust, já. Ert þú Batman? Finnst þið Batman flottur? Af hverju? Hvað getur Batman gert? Hann bjargað heiminum. Batman? Hvernig þá? Hann bjargað öllum. Framtíðar áform hópsins eru nokkurn veginn alveg á hreinu. Ég að vera afi. Ok. En þú, Edda? Má ég fara núna? Rétt strax. Hvað ætlar þú að verða þetta? Ég ætla að vera bara læknir eða eitthvað. Svo mamma mín eða eitthvað. Ég er ekki búin að ákveða. Nei. En þú? Ég ætla að vera dýralæknir. Er það? Ég ætla að vera stelpa sem ræður sundinu, held ég. Stelpa sem? Ræður sundinu. Komdu nú og kroppaðu mamma, ég krummi nafni minn. Komdu nú og kroppaðu mamma, ég krummi nafni minn. Þá verður þátturinn okkur ekki lengri í kvöld. Við sjáumst aftur á 5. klukkan 8. Verið þið sæl. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.